Kæru hlustendur, áhorfendur, kjósendur. Við erum 16 í hér á kosningaskrifstofu eða kosningamiðstöð okkar miðflokksmanna í Ármúla í Reykjavík og ætlum í dag að spjalla við Jakob Frímann. Velkomin Jakob. Takk fyrir. Til góðu skapi. Ávallt. Það ekki? Það er eiginlega mjög sjaldgæft að það sé skýja milli eyrnanna á mér. Hvað þarf að gerast? Já, það er þá eitthvað alveg kannski tengt einhverju flensu eða einhverju slíku. Þú getur komið örlítill vottur af svona gufu. Já. Þess á milli er heiðskýrt. Heiðskýrt, já. En auðvitað líka ef þú telur brotið á réttlætinu. Já, það er nú sjaldan sem ég hef upplifað það. Já. Og ég læt bara alltaf hérna björtu sín ráða för, en ég er samt mjög svona mikill raunsæis maður. Já, sko það er náttúrulega það hefur margt gerst á undanförnum vikum sem hefur leitt okkur hingað saman í miðflokkinn. Þú ert nýr, ég er aðeins eldri en þú Já. í miðflokknum. Eldri í flokknum, yngri í raun. Já, í raun aldrei. Hvernig hafa þessar vikur verið hjá þér? Hvernig hefur þessi nýja staða komið fyrir sjónir? Þú ert komin á fullt. Já. Við erum konur á fullt í kosningabaráttu. Þú varst nú bara að loka deginum í gær á æsilegum fundi hvar var hann? Í Grafarvogi, Já, já. Rimarskóla. Þar er einhver fjölmennasti borgarafundur sem ég hef tekið þátt í. Já. Þar Þetta verðist hafa undið upp á sig, en ég held að það hafi verið fundur þarna viku áður. Já. Og svo aftur. Já. Og það er nú bara til tíðinda meðal annars í gær á þessum fundi að sko íbúar Grafarvogs eru alveg gríðarlega ósáttir við borgaryfirvöld og það sinnuleysi gagnvart óskum og vilja þeirra sem þarna búa og hafa fjárfest í heimilum við skulum segja svona sælunni sem að fylgir því að það er ekki þétting byggðar hefur ekki orðið á þeim veruleika þarna ennþá sem að hún er orðið við annar staðar og það var mjög öflug kynning frá þeim fínni svona greiningu á því sem þeir eru ósátt við og þetta var í rauninni þetta jaðraði við bara svona hvað getur maður sagt svona hættulegt ástand eða alvöru þungin sem að þarna bjóða baki. Já, þetta er ekkit bara einhver kosningafundur. Nei, þetta var nefnilega bara það endaði faktist með kröfu Grafarvogsbúa að segja sig frá Reykjavík. Já, vá. Stofna sitt eigið sveitarfélag. Af því að það er ekki hlustað, það er ekki tekið mark á því þessum að þau leggja fram sem þau gera með mjög aðdáunarverðu og skipulögðum hætti. Og því miður, auðvitað sátu þarna borgarfulltrúa meirihlutinn hnípinn undir þessu og átti erfitt með að svara nokkru til öðru í svona þættinu og taka samtalið og þetta hefðbundna. Einar Þorsteinsson ber afar litla ábyrgð á því sem þarna er verið að kvart yfir. Hann er nýr í embætti og þetta er uppsafnað, getum við sagt, svona einbeittur ásetningur það að hafa ekki samráð og ég þekki þetta allt og vel úr miðborginni þar sem ég nú alið manninn lengst af hér frá því að ég keypti mína fyrstu íbúð við Tjarnargötu og síðan Bjarkagötu og svo við starfum náttúrulega sem miðborgarstjóri í 11 ár og þetta þróaðist allt í eina átt og einn veg. Ólíkt því sem var til þess að Ingibjörg Sólrún var borgarstjóri þá voru bara aðilar kallaður að borðinu sem voru ósáttir við þessa byggða stefnu sem þá var, það er að láta grotna niður gamla kofa og búa ekki til svona ný og glæsileg verslunarrými og þjónusturrými og annað slíkt. Og hún vildi ekki missa þetta fólk úr miðborginni í Kringlur og Smáralindi, heldur bara ákvað að kalla til og búa til miðborgarráð og hún veitti þessum aðilum 5% hlutdeild í stöðumælagjöldum, ekki bílahúsum eða stöðumælasektum, heldur til þess að vera til mótvægis við það sem að ekki er rukkað fyrir á stöðumælum eða bílastæðuhúsum í Kringlum og Smáralindu og slíku. Þannig að menn hefðu þá örlítinn markaðskraft til að vega þar upp á móti og þetta var að sjálfsagðasti hlutur í 25 ár en svo
komu hérna Dagur og félagar og skrúuðu smá saman fyrir súrefnið, Já. hækkuðu endalaust stöðmælagjöldin án samráðs. Já. Það má þó segja í tíð Ólafs F, Hönnu Birnu og Jón Snar Já. var alltaf spurt, hvað myndi þið telja ásættanlegt? Já. Þeir sem að eiga allt undir þarna og lífeyrissjóðin sinn og hvaðina. Og svo var nú Sigurður Andersen bara að upplýsa það á fundinum í gær að það var sko bara allt í einu komin stöðumælir fyrir framan húsið hjá besta vinkonu eða vinafólk hennar, bara fyrir utan húsið og það bara frá 10 á móttan og sunnudögum byrja að rukka. Já, já. Þetta speglar annars vegar neyðarástand í borgarsjóðsrekstrinum Já, já. og hins vegar náttúrulega ófyrirleitni og algjört sinnuleysi gagnvart þeim sem að hafi góðri trú annarkvort ákveða að búa þarna eða starfa þarna. Nei, og ég sko einmitt að því ég velti fyrir mér einmitt sko, maður hefur hugsað svona ok, utanfrá að fylgjast með pólitíkinu, þú veist, þessi ásökun sem loðir við þau yfirvöld sem hafa verið í borginni, þetta að raunverulega hlusta ekki á íbúa, heldur bara fara sínu fram og gera hlutina og maður hefur hugsað, ok, þessi ásökun eitthvað pólitískt skítkast? Nei, maður hefur einfaldlega heyrt hann úr of mörgum áttum til þess að svo geti verið, þetta hlýtur bara að vera í raun og veru starfshættirnir sem þetta eru við það sko. Já, ég ansið hræddur að sko þetta hafi verið svona ákveðin neyðar eða svona viðvörunarbjalla sem að þarna heyrðist alveg gríðarlega kröftug og fyrir okkur í miðflokknum þetta ekki áhyggjuefni á því að við höfum aldrei komið nálægt þessum borgarmálum að neinu marki. Það að segja nema ég sem að hef reynslu sem ég að deila hér með þeim sem eru að hlusta og horfa. Já. Og ég segi að við skulum ekki taka svona stjórnunarhætti til neinnar fyrirmyndar í miðflokknum, bara alls ekki. Og ég held að við þurfum líka átt okkur á því sko, þegar þetta fólk núna tromm upp í alþingiskosningum á vegum Samfylkingar eða Viðreisnar eða Pírata eða Framsóknarflokksins að þetta fólk náttúrulega endanum ábyrgt fyrir þessari óstjórn í borginni, þessu samráðsleysi og þessari stefnu sem alls ekki öllum þóknast. Ég ætla bara að nefna örstu dæmi sko eitthvað sem að þú veist, á vettvangi miðborgarna var maður með allt miðborgarsamfélagið undir sko eins og þau segir á ensku day economy, night economy, verslanir, veitingahús, hótelin og íbúan og allt þetta og nú þetta sko þetta dæmalausa hatur á einkabílnum hér við endurmerkjum spikilega heims, þar sem við þurfum að koma börnunum í skólan eða makanum í vinnuna eða hvað það tala nú ekki um stengstar í útkvörfum þar sem að samgöngur eru almannasamgöngur afar tæpar að sko ég man eftir fundi sem var haldinn til að kynna fyrir okkur miðborgarsamfélaginu breytingarnar á Hverfisgötunni og það var ekkert samráð haft það var bara á laun gert að taka þessa meginæð Laugavegur meira minna búið að loka honum fyrir umferð, hótelin, gistirýmin og allt þetta út alla miðborg en það má ekki fara með farþegana þangað. Ok, þá var þeim komið fyrir þá allavega niður á Hverfisgötu sem var hægt að pikka þau upp eða skila þeim frá Keflavíkurvelli og síðan ekki lengur þar heldur þá var þetta að fara með þetta niður á Skúlagötu fyrir opnu hafi. Og þá segi ég, hörðu, fyrir hönd minna umbjóðanda gætu fengi bara svona skýli, bara strætóskýli. Já, við skulum skoða málið. Já. Það tók 3 mánuði og þetta, þú veist, svo gerðist ekki neitt, ég hafði samband aftur. Ég get út við þetta skýli. Já, nei, við skulum sjá málið. Já, 2 mánuðir og ennþá hef ég samband. Ég kom með skýli, ég skal kosta flutningin, ég skal koma því upp. Þetta á lóð ríkisins við Skúlagötu og hodun og Klappastíg og Skúlagötu og ég hef leyfi ríkisins til þess að gera þetta. Nei, alls ekki gera þetta. Hörðu, nú eru liðin 2-3 ár. Það ekkert gerst. Nei. Það einhver lamandi hönd. Já. Og hugur og hönd einhvern veginn eru bara í þannig ástandi að maður fær græna bólur bara við að hugsa þetta. Tala ekki ef þú ert með allt þitt þarna undir rekstri, og fyrsta impressionin, það aldrei tækifæri nummer 2 til þess að búa til fyrstu impression, hún kemur einhvers staðar utan úr heimi, kannski miðjanótt
þreyttur og þrjáður, þeir eru kastað út fyrir að opna hafið miðja vetur með vindin í fangið og svo þarf það að fara að príla með töskurnaðina upp brekkuna í Klappastíðin og því þú mátt ekki koma. Þetta alveg brekka. Þetta ótrúlega ósvífin framkoma gagnvart gestum og gangandi og það að droppa mönnum þarna fyrir að opna hafið til þess að rútan komi síðan að peka þau. Þetta svo óskiljanlegt og það einhver ímugust inngreift í þetta lið á því að vera að græða á daginn, að vera handfjalla peninga, standi í rekstri, vera að drífa sig á fætur klukkan 9 á morgnana eða 8 jafnvel og vera til 6 eða 8 eða 10 á kvöldin alltaf að vinna. Verið frammi og kunnarnir ykkar mega eta það sem úti frís. Þetta viðhorf á ekki við. Á með þau stytta einu vinnuviku. Nákvæmlega sko. Nei, þetta mjög góð punktur. Þetta svoleiðis að bíti tungun á mér í gær, ég get sagt þér það. Að fara ekki í vitna leiðslur þarna og segja hvernig þetta var í öðru hverfi en Grafarvoginum. Það var nóg af sögum þaðan og ég segi þetta víti til varnaðar. Nú var ég að lesa frá Donald Trump yfirlýsingum að segja að engavinurinn Elon Musk komin yfir nýtt batteri þar vestra sem eftirlitsstofnun að klára málin. Mikið held ég að við hefðum gott af slíkri stofnun hér. Það spurning hvernig við getum ráðið í verkið. Já. Það örugglega alls konar ekstra fólk og ég hef einmitt verið að tala við fólk að þegar við tökum völd hérna að þá þarf náttúrulega að fá bara fært fólk í rekstri til þess að horfa í tölurnar og horfa í málið og segja, heyrðu, hvernig ætlum við að gera þetta betur? En þess að rekstrafólk, það veit alveg hvernig það að skera niður og laga til, sko. Já, og bara það að breyta orðum og hugmyndum í efndir og framkvæmdir. Það þessi lamandi hönd sem ég að tala sem að ég kynntist allt og vel á þessum 11 árum í miðborginni og hún varð lamaðri eftir því sem að leiða á þennan tíma. Að lokum þá gafst maður í rauninni bara upp á þessu og bara gekk í burtu því að það ekki hægt að bjóða neinum upp á svona vinnumbrögð og umhverfi. Sko, eins og þessi þéttingastefna og greiði Grafarvogsbúarnir sem hafa kannski þeim sem eru þyrmt hingað til af svona þeirri ofur áherslu og vilja ekki sjá þetta. Ég hef áhugaði bara af því að þetta lýsandi ástand. Hvað voru þeir svona óvanaði með? Fyrir utan samráðsleysi, hvað efnislega sem þið verið að reyna að gera þetta? Já, það að fara að hrúa upp blokkum fyrir framann gluggana þeirra, gluggana sem þeir fjárfest í sem sko rými í úthverfið þar sem að þú væri nálægt náttúrunni, borg í sveit og 5 hæða bílastæða hús og bara svona óhugulegar einhverjar svona hugmyndir sem að bara hugnast alls ekki. Nei. Og þegar eitt hverfi ákveður að segja sig frá samfélagi Reykjavíkur, við erum öll í því að reyna saman að sveitafélagin, nei, hörðu, takk en nei takk. Við viljum ykkur ekki. Nei. Og þetta á ekki að geta gerst. Þetta þýðir bara það að fólk ekki að vinna vinnuna sem skildi. Nei. Þú ert ekki í samráði og samtali, það aldrei verið auðveldara en akkurat núna að vera í nánu samtali við fólk, rafrænt eða símrænt eða hvaðalega netpóstaleiðina og þetta hefur bara gleymst og ég upplifði þetta og þetta ekki nýtt sko, þetta hefur vaxið frá ári til árs og ég get lofað þér því að það eru fleiri þessi 2 hverfi sem hér eru nefnt til, miðborgin og Grafarvogur. Hvernig hefur þið fundist, ef við talandum þetta samráð og samtalið við þjóðina sem þetta stjórnmálafólk alltaf í, hvernig hefur þið fundist að vera í stjórnmálum núna formlega inn á Alþingi síðustu 3 ár? Já, sko. Hefur náttúrulega einhverja meiri reynslu af þessu? Sem... Já, sko, ég held að andinn á Alþingi fyrir mig og samkvæmt minni reynslu, sko, þá það allt annar vettvangur, allt annars konar vettvangur og eftir 3 ár í Alþingi þá ekkit óbragð í munninum en óbragð í munninum eftir ráðhús í 11 ár og þann vettvang, við langar aldrei að koma þangað inn, ekki þó við byggðist að vera borgarstjóri á morgun, þetta er eitrað og ömurlegt. Já. Alþingi þó vettvangur samræðuna í nefndunum, þar sem öll frumvarpir koma til umræðu og þú fær gest eftir atvikum til þess að mæla með að móti eða benda það sem betur mætti fara og samráðsgáttir og allt þetta og síðan koma umræður inn í þingið og það ekki hægt að saka Alþingið það
að það þá algjörur undantekningar að menn að reyna að læða einhverjum málum bakdýramein í gegn og láta það fara einhverjar hjáleið sko. En það að hins vegar eitthvað sem ég er búin að nefna oftar en einu sinni og tvisvar og þrisvar í ræðustólu Alþingis. Það er þetta að það er heilmikið svigrúm enga síður til þess að bæta starfshættina. Já. Og bara eins og þetta er búið að vera undanfarin 7 ár að 8 flokkar á þingi eru þarna mikill mannauður í þingsal, 25 í meirihluta, 6 og 25 í minnihluta og svo 12 ráðherrar sem tilheyra meirihluta, að hugmyndir, góðar hugmyndir fái aldrei bókstaflega framgang nema þeir komi úr þessum þrönga 3 manna meirihluta flokki meirihlutas. Og það við skulum segja, óhagkvæmt að nýta ekki góðar hugmyndir. Og 2017 lagði Katrín Jakobsdóttir upp með það að bæta starfsandan og starfsumhverfið þannig að allt sem að gott væri fengi að njóta sín og mannauður skyldi nýttur til hins ítrasta. Þetta hefur því miður samkvæmt einhverju reynslu frá 2017 til 2021 ákvað meirihlutinn 2021 að leyfa þess að róa og halda bara hart í þetta við ráðum. Já. Þið eru bara þarna og ekkert einasta mál fer í gegn frá minnihlutanum. Það eina sem fór til dæmis í gegn frá flokki fólksins eftir 4 ár 2017 til 2021, það var að fá umsjónarmann Alþingis, það var svona einhver lokagjöf til að fyrirbyggja málþóf og leiðinda lokadegi þingsins vorið 2021, svo var bara ekkert gert með það. Nei. Þannig að það er bara fingurinn. Og ég vil segja að með nýrri ríkisstjórn ætti að leggja upp með að við nýtum góðar hugmyndir sama hvaðan þær koma og við efnum til samráðs vegna þess að allir eru þarna samankomnir með sama tilgang að bæta samfélagið, gera gott betra. Já, þetta er náttúrulega áhugavert, það er ákveðin svona lýðræðishalli, sama hvernig þú mælir það og sama hvar þú ert, þá náttúrulega eins og í Bandaríkjunum þá er það bara 51% sem ræður yfirleitt og þá er það ofan á og svo er það 49% sem sitja eftir með sárt ennið þótt að síðan náttúrulega sjálfur sér ekkert réttlæti í því sko, eða neinn lógík, en það kostar ákveðið átak og kannski samstillt átak til þess að reyna að dreifstýra að einhver leiti að koma fólki saman sko, og svo er svo mikil pólitík í því að fallast á einhver annar sem er góðar hugmyndir. Ég hef orðið að útskýra fyrir fólki sitt hvað varðandi ákvörðum mínum að ganga til liðs við Miðflokkinn og einkum þá það sem lítur að landamærunum. Það er viðkvæmt og eldfimt umræðuefni. En leið að maður bendir á að þetta er stefna tekin bókstaflega beint upp úr stefnu danska jafnaðarmannaflokksins. Þá þagna nú gagnrýnisraddirnar mjög skjótlega og menn átta sig á því að þetta er nú kannski ekki svo skelfilega mannvonska sem verður að reyna að krýta upp af sanngirnisaðilum ég myndi segja að það væri bara frekar einfalt mál og við viljum náttúrulega í fyrsta lagi stjórna í landamærum. Það er aðalmálið. Það er það sem hefur ekki verið í gangi í raun og veru. Það mistókst hrapallega og fór algjörlegu böndum. Og það er algjört grundvallar atriði í rekstri einhvers ríkis með einhver ákveðin landamæri að þú stjórnir þeim sjálfur, annars eru þau engin. Sko. Nákvæmlega. Og síðan er, sko, að því mann þegar ég var að tala við Dilli og Mist einhvern mann og þá var hún að lýsa fyrir mér einhverju samtölum við einhverja kana sem eru náttúrulega í standandi vandræði með sín landamæri. Þau eru náttúrulega svo mikið landflæmi og mýrar og ég veit ekki hvað og það er náttúrulega bara í raun og veru meiri háttar hernaðar aðgerð að hafa stjórnaði. Þess vegna er það svona mikið pólitískt hitamál bara þessi físíski veggur sko. Akkurat. Og þessi kana sögðu hana byrju, hvað landamæra vandræði gerir þið með? Þið eru eyja sko. Akkurat. Þetta ætti að vera ekkert mál hjá okkur sko. En sko að öðru leyti þá held ég að við hefðum bara líka mjög gott af því almennt fyrir þjóðfélagsumræðuna, það er svo margt sem við þurfum að gera ef við gætum bara afgreitt þetta landamæramál og náðstjórnaði, það sem ég held að við getum gert á skömmum tíma, náðstjórnaði endurskipulagt kerfið, þannig að ríki bara sáttum að hafa þetta með ákveðnum hætti eins og jafnaðarmenn í Danmörku hafa skilst mér gert, ég held að þetta sé ekkert sérlega umdeilt þarna lengur, þetta er bara eitthvað sem er búið að leiða í jörð að vissu leyti, auðvitað er þetta Við erum skuldbundin til að taka við svo stórum hópi og við viljum bara gera það vel og fallega
en eins og sakir standa núna og búið að vera undanfarin ár og misseri er bara því miður við höfum ekki getað staðið okkur gagnvart þessu fólki nýja öðru fólki í landinu og það eru alveg stórir og stækkandi hópar af fólki á Íslandi sem eru í djúpum vanda og það er þetta ráðaleysi og svona úrræðaleysi sem að menn tala að sé alveg handa við hotnið að leysa en hefur síðan ekki tekist að gera og við munum að sjálfsögðu sjá til þess að það verði bara farið markvisst í það og það er hitt argumenti sem ég hef haldið á lofti. Hvaða stjórnmálamaður íslenskur hefur flottari sögu í því að efna fyrirheit sín heldur en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Icesave-málið eitt og sér sem að var nú sko eitt grafarlega alvarlegasta áskorun sem að blasti við okkur eftir hrunið. Hann kláraði það, hann fór í málið og bara sá til þess að það var ekki lengur á okkar herðum eða hengt hálsinn á okkur til langar framtíðar. Síðan kemur þetta fyrirheitum og endurgreiðslur til þeirra sem að tóku húsnæðislán í góðri trú og fengu svo tvöfaldareikning. Stærsta málið er auðvitað þetta að sjá með skerpu sinni að sjóðirnir sem að hér ætluðu að fara burtu með gríðarlega fjármuni skilja eitthvað eftir, einhvers konar stöðuleika framlag sem að hefði ekki áhrif á gengið og þjóðarhag og úr því hafa orðið á núvirði 1000 milljarðar króna. Er einhver annar sem á sambærilega sögu sem að hefur getað séð og framkvæmt og klára málin. Slíka foringja þurfum við. Já. Og einmitt á flóknum tímum. Á mjög flóknum tímum. Sem þorir að framkvæma. Já. Nei, og ég held að sífellt fleiri átti sig á því að þessi komið tími til þess að gera þetta. Það er líka, sko, þarf ekki að halla á þá sem eru búin að vera að reyna að gera sitt besta í 7 ár. Við vitum sko vel, þú veist, það smá saman slaknar og klónni þegar líður ár eftir ár eftir ár og það er alltaf verið að taka tillit til öfgan á hinum vagnum og mætast einhverstaðar í einhverjum miðjumóði sem allir eru í rauninni óanaði með. Allir vinstri græni voðalega ósáttir yfir það að þurfa að lúffa fyrir einhverjum hægri öflum og sko omvend sko. Þannig að það eru allir sammála held ég innst inn það að nú er komið tíma breytingar. Og það er komin tíma alveg hvert skýra sín, hvert ætlum að fara og ef við ætluðum að hver svo sem hún verður ef við ætluðum að vera hérna með sko opin landamæri þá eru cirka svona á bilinu 5 til 6.000 milljón manns í heiminu sem myndu mjög gjarnan vilja koma í fyrirheitna landið Ísland og komast hér í velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi og skólakerfi og allt þetta sem að sjálfsögðu hefur orðið undan að láta í öllum áganginum kerfi sem voru smíðuð fyrir 260.000 manns fyrir 30 árum og síðan í dag er þetta 400.000 manns pluss 3 milljónir sem að þurfa líka aðstoð en ekki bara það ferðamennir en ekki bara það sko, þá eru þessi kerfi sko því að fólk margir neita að horfast í augu við að og eins og segi, maður er ekkert með því að segja að sko okkur hefur fjölgað gífulega, það hefur valdið álega á kerfin okkar með því að segja þetta er ég ekki að segja að útlendingar eru vondir, ég er að segja okkur hefur fjölgað gífulega og það veldur álega á kerfið og ef að fólk neitar að horfast í augu þau þá er þetta kerfi sem sko eins og einhver að nefna daginn sko þetta er kerfi sem sko ef það komið stórir árgangar hérna á sínum tíma þá voru það að segja svona þetta verður kannski þungt hjá okkur þá voru stórir árgangar sko þannig að það voru spurning 100-500 manns frá tilbaka sko þau eru lítil kerfin okkur og þau þola ekki hvað sem er en einmitt þetta sko að þú nefnir þetta með þessar 5-6 milljarða sem væru alveg líklega kandidatar sem vilja koma og eiga að hafa mun minna milli handa heldur allir Íslendingar og þá er það sko ef við viljum vera með opinn faðminn sem maður náttúrulega auðvitað einsetur sér almennt í lífinu að hjálpa þeim sem eru bástættir og ég held að það séu bara allir sem eru bara venjulega og góða manneskjur á því sko eins og það eru líka augljós svona ytri takmörk fyrir slíkri góðmennsku og þess vegna segi ég sko í þessar umræðu þegar fólk lætur eins og það sé svona gífulega ljótt að tala þessi mál þá segir ég, erum við ekki bara að tala það sama erum við ekki bara að tala hvar við drögum mörkin af því að ekki segir þetta fólk að 5-6 milljarðar eigi að koma þannig að hver eru mörkin
það hefur engum dottið í hug að saka mig útlendinga andúð hins vegar. Ég fæddur í útlöndum, búið í útlöndum svona cirka þriðjung ævinnar og starfað með útlendingum af öllu spektrúminu, sko. Afríku og Asíu og Ameríku og allt þetta. Fórst nú austur fyrir járntjald. Ég heldur betur. Þegar það var. Já. Ég sko... Voru í Kína? Kína og Rússlandi. Þegar Sovétríkin voru við lýði. Nei, sko, Sovétríkin Rússlandsferðin var nú bara 2005. Kínaferðin 86. Kínaferðin 86. Já. Þannig að það var í ártjald. Það var svona öðruvísi Kína heldur sannarlega í dag. Og þeir eru búin að bjóða okkur að koma aftur 2026 og halda aðra tónleikaferð, því að þetta var fyrsta tónleikaferð vestrænna rocksveitar. George Michael og Wham áttu að fara í tónleikaferð, gerðu eina tónleika og það fór allt úr böndunum í fluginu eftir þá tónleika og það voru sendir beint heim. Þannig að við kláruðum mánaðarlangan túr og það var ógleymanlegt. Og hvernig var eitthvað tekið af Kínverjum 86? Ótrúlega vel. En við vissuðu hvað snýru upp og niður í ykkar persónu? Þeir bara þráðu að komast og fá að horfa til vesturs. Og til vestrænna menningar og tónlistar og það seldist upp svona allir miðar á öllum stöðum allstaðar. Og í gegnum hvers konar pólitíska glufu eru þið þarna að komast? Kínversk-íslenska vinafélagið sem Arthur Helgason frá Vestmannaeyjum veitti forystu og Emil Bóasson og þeir höfðu þetta milligöngu. Þetta var bara einhver pæling sem þið fengu og þeir bara litu verða af þessu? Já, þetta var í rauninni hugmyndar Ragnhildar, hana langaði til Kína. Og við fórum að vinna í því fyrst með kvartett sem við vorum með við tvö ásamt Skúla Sverrissyni og Sigtryggi Baldurssyni og svo vildu stuðmenn absolutt fara í þessa ferð og þá breyttist það í þannig túr og svo gerðum þetta kvikmynd og heilmikið sem að vatt upp á sig eins og gengur. En þetta var ógleymanlegt og innsýn inn í svona... Og þarna var kannski Kína að opnast, hægt og rólega. Já, það gerðist... Þetta var algjörum frumstigum þess ferðlis. Þetta var 86, svo kom þarna 91, þá voru skriðdrekar á torgi hins himneska friðar að þagga og kremja niður allt andof. Svo svona, við skulum segja, hefur orðið gríðarlega hröð breyting á kínverska kommunistaflokknum og ég held að kommunismin hafi aldrei verið fjær hugmyndafræði kommunismans í Kína í dag held ég að sé alveg fráleitt þetta er kapitalískasta samfélagi í heimi. Já, nei, þetta er merkilegt en ég hefði líka áhuga að vita að ber saman þessa tíma sem við nú lifum, þessa skautun sem alltaf er talað að fólk sé svona skiptast í tvær stórar fylkingar og einhvern veginn svona gengur það einhvern veginn jafnt yfir öll ríkja á sama tíma og þetta eru alþjóðlega fylkingar í einhverjum skilningi og þá er það alltaf sambærilegt því sem var bara þegar menn voru annarkort í kommunistar eða kapitalistar í huga sér. Ég meina, þú veist, að þú alltaf lifðir þennan tíma sem ungu maður kalda stríð. Heldur betur. Er þetta eitthvað líkt? Var þetta verra? Var þetta betra? Þetta var náttúrulega bara... Hvernig var að vera listamaður í kalda stríðinu? Þurfti maður að skipa sér í fylkingar? Gat maður farið bíl beggja? Það var í rauninni einhvers konar þegjandi samkomulög það á Íslandi að vinstri menn ættu menninguna, menningarlífið og hægri menn ættu viðskiptalífið. Óskoraði leiðtogi menningar á þessum tíma var auðvitað Halldór Laxness sem að hafði nú auðvitað tekið borð ýmsar tegundir hugmyndakerfa, kaþólskan, hann gerðist munkur og svo heillaðist hann kommunismannum sem að leit gríðarlega fallega út á blaði, allir voru mikið saman í samirkju og allir að sjá bara hvern annan. Svo breyttist það í andhverfu sína og einhverja viðbjóðslegustu birtingarmynd mannlegra samfélaga og þú blóði drifna slóð mun aldrei gleymast og svo bættist manían og geðveikinni Hitler ofan á þetta á svipuðum tíma. Við erum það leyti sem ég er bara að fæðast og vaksa upp eru mestu leiðtogar heimsins snar geðveikir menn. Stalin, Hitler, svo Mussolini, seinna er þetta Franco og þú veist þetta eru svona og svo Mao náttúrulega þar, þetta er svo galið. Og það má segja kannski ætti að skoða sérstaklega geðheilsu
stjórnmála 20. aldarinnar. já, Hvað veldur því að menn rísa upp? Þetta eru maníu og geðveiki ástand sem að stýrir heiminum. já, Og svo ertu þarna með á þeim tíma sem ég man nú eftir svona sem barn óþægilegri tilfinningu sem maður auðvitað hafði ekki vitsmunalega skilning á en bara fann að það var yfirvofandi einhver óhugnaður, þá var komin kjarnorkusprengja, Krútsjov var með eina þarna í Kremlin og svo var Kennedy með hnappinn hinum einn og þeir voru báðir á barmi þess já, að sprengja upp heiminn og maður skynjaði það, þannig að maður skildi nákvæmlega hvað bjó á baki. Svo sá maður fyrir kannski 10 árum síðar heimildamynd Kennedy sem gerð var af hans nánustu mönnum. National Geographic gerði þarna merka heimildamynd þar sem að ástandinu var lýst. Kennedy hafði náttúrulega verið leiddur til valda í rauninni af föður sínum, Joe Kennedy, hinum írska höstlara sem ætlaði sér æðstu metorð, sá fljótlega hann yrði aldrei annað en mestarlega einhver sendiherrablóki í London og síðan kom hérna sonur hann sem átti að vera forsetinn og hann dó í stríðinu og þá var Kennedy, hann var fatlaður, hann var með ónýtan hrygg og gekk á stultumæði í hjólastól, mátti aldrei sýna það. Já. Og þeir sögðu frá því samstarfsmenninni, sko, hann var alltaf að reyna að finna einhver meðul og svona og leið illa og svona. Svo allt í einu hitt hann mann sem breytti öllu fyrir hann, Dr. X, kom úr herbúðum Andy Warhol og Factory í New York. Hann var svo hress eftir hann hitti Dr. X og svo áttaði menn sig á því að það sem Dr. X var að sprauta hann með var bara amfetamín. já, Hann var bara spýtti. já, Og þú veist hvað mönnum getur orðið laus höndina á amfetamíni. já, Við hefum það nú miðborgina hverja helgi með áfengis og amfetadrifna ofbeldismenn já, og hugsaðir að vera með rauða kjarnorkun lappin alveg inn á seilingur og svo svínaflóadeilan og allt þetta. Þeim ekki Við laus vorum hönd svo- sem maður vill hafa þar. Og þetta er nefnilega það sem börn skynja en Já. skilja ekki endilega. Nei, Þess vegna held ég að börn skynji núna ástandi í heiminum. Það þarf auðvitað ekki mikið líka bæta við sjónvarpsfréttir og það sem þú sér á samfélagsmiðlum. Það er óhuggulegt ástand í Úkraínu við botnum miðri hafs og tala nú ekki í sunnan Sahara já, að sko geðheilsa barna, kvíði, þunglyndi og svona einbeitingarleysi held ég að sé kannski einhver leiti nátengt þessu Já. sem að við erum að horfa á bara á skjánum á hverjum degi einhver skjálfti. og það er skjálfti og við Já. þurfum að standa vörð þessi börn þannig að þau nái að vaksa upp og út úr þessu og vonandi náum við að binda endi á þessar hörmungar sem er náttúrulega hluta til einhverja hugmyndakerfa og trúarbragða konflikt í bland við sko gríðarlega græðgi og gagnkvæma heift og hatur. Það Þarna er við, það svo fyndið sko að því að þú talaðir einmitt þessar brjálæðingar sem voru við völd þegar þú fæddist 53 jú, þá náttúrulega þá er það bara skömmu eftir að því maður nefna svo oft í þessu samhengi bara þetta sem Nietzsche segir sko, Guð dauður en það sem hann átti við er náttúrulega bara þið vitið ekki þá hvað fer í hönd ef við erum ekki með Guð sem einhvers konar viðmið sko. akkurat. Þá munum menn taka pólitíska hugmyndafræði og haldi hana Já. og hún verður þá nýju Guðun og það er nákvæmlega sem gerðist bara með Já. einmitt kommunisma og fassisma Já, já. og önnur hugmyndakerfi sem tóku við og við erum náttúrulega ennþá að mörguleiti í pólitík sem kannski byggir og líkist trúabröðum en við köllum það ekki trúabröð heldur pólitík. Við á Íslandi erum nú að því leitinu lánsama alveg frá því að siðaskiptin, já við skulum segja bara frá því að kristni var hér innleitt með ákveðnu valdboði og svona þrýstingi að utan frá norðvegi. Já, en það var bara ákvörðun okkar maður lagði stundin feld. Já, og svo að það náðist að taka þetta borð að við skildum fara úr hinni náttúrulegu trú á stokka og steina okkur sjálf yfir í að láta Jesúm frá Nasaret verða leiðtoga lífs okkar í kaþólskum sið, ekki dropa blóði. Nei. Það var ógnin og hótunum það að nokkru höfðingjasinnur í varðhaldi í norðvegi skildu þá hljóta verra af. Þannig að þetta var leyst og svo síðaskiptinu þetta 1550, jú það er smá blóð þar, en að öðru leyti höfum við verið blessunlega laus við þessa öfgatrú tveggja ólíkra hópa. Já. Og við erum
sem betur fer sko ekki það upptekin af því hvort að Guð sé rauður, gulur, blár eða grænn Nei. að við látum það þvælast mikið fyrir okkur og við erum ekki heldur upptekin mikið af því lengur hvort þetta eigi að vera sko ultra frjálshyggja eða alveg hardcore kommunismi. Það var hérna fyrir 70 árum. Já. Og sem betur fyrir erum við ekki lengur að díla við erum í þriðju leið sem er Miðflokkinn. samfélagsleg hérna ávísun, þriðja leiðin sem að stundum hefur verið talað blanda kommunisma eða sósíalisma og kapitalisma, markaðsdrifið hagkerfi og okkur eru farnast harla vel í því. Já. Áskorun er hins vegar að fínstilla kerfið og sjá til þess að Reykjavíkur syndrómið verði ekki Íslands syndrómið, að það sé ekki hérna einhver lamandi hönd og heyrnarlaus höfuð sem að sitji á valdastólum. Við erum þjónar fólksins, gerum það sem fólkið ætlast til af okkur og gerum Ísland að besta land sem það getur orðið. Nei, ég er mjög sammála þessu og ég held líka ekki aðeins síðan lamandi höndin, heldur líka bara smitandi hugmyndir sem geta náð tökum á fólki sem lætur það síðan fara að vinna gegn í raun og veru kjósendum og umbjóðendum sínum, sko. Nei, þetta er ansi áhugavert og núna erum við náttúrulega, þú hefur farið í gegnum svona kosningabaráttu áður, þú fórst náttúrulega framboð fyrir flokk fólksins hérna árið og fórst síðan á þing. Hvernig, hvað finnst þér áríðandi að segja við fólk? Hver eru skilaboðin? Hver er málstaðurinn okkar þessar kosningar? Já, sko, málstaður Miðflokksins varðandi þann hóp sem flokkur fólksins er með, við skulum segja eingöngu. Það er ekki, það rúmast bara það að útrýma fátækt og gera betur við þá sem minnst mega sín, öryrkja, aldraðra og fátæka. Það rýmar ansi vel við stefnu Miðflokksins í þeim efnum, sko. En Miðflokkurinn auðvitað, hann tekur til allra annarra þátta líka. Já. Þú talar ekkert menningarmál eða menntamál eða aðra hluti inn í flokki fólksins. Nei. Og ég sé ekki alveg sko að sko flokkur fólksins sé beinlínis að fara í ríkisstjórn með einhverjum sem eru með allt spektrumið. Það er svona eins málsflokkur í þeim skilningi. Það gangi þeim bara alltaf sóli en sko málflutningurinn þar, hann rúmar svo prýðilega vel innan Miðflokksins og ég vil svo sannarlega að þeir sem að hafa byggt þetta land og eiga þátt í því að gera Íslanda því sem það eru orðið, að þeir skuli njóta sannmælis og þeir skuli vera þáttakendur í sameiginlegu gæðunum og njóta þeirra, orkunar og fiskimiðana og alls þessa. Mjög sammála því. Það skal verða niðurstaðan. Nú, síðan þurfum við bara að huga því að það eru aðstæður hér, sérviska, þessi óðbóðslega áherslu á þéttingu byggðar og þessi tregði því að brjóta land og byggja eins og þörf krefur á hinu víðfeðma Íslandi sem er nóga landi. Hvaða vittleysa er þetta? Nóga landi og sko frískur lofti líka, sko, frískur lofti. Og bara, þú veist, húsnæðisskortur á Íslandi, 400.000 manna þjóð skulle vera að glíma við húsnæðisskort sem veldur öllum þessum svaðalegu hliðarverkunum og sársauka sem bittar svo bara á einhverju venjulegu fólki sem bera enga ábyrgð á því að það sé vöxtur í ferðaþjónustu og vöxtur í eldi og einhverju, að velgengni skuli valda slíkum búsifjum og blásaglusum fólki. Hvaða paradox er þetta? Og það er bara augljóst kerfis. Þá er augljóst að kerfið er ekki að virka. Þá er þjóðartölvan eitthvað rangt stilt. Og talandi þjóðartölvuna í húsnæðismála, þá var maður náttúrulega aðeins að skoða gögn frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á dögunum. Og þannig að fólk átti sig á því að við erum alls ekki búin að sjá það versta í húsnæðisvandanum. Það er að segja að uppsafnaða þörfin er einhverja ákveðna margar íbúðir og svo er árlega uppbyggingin einhverja ákveðna margar íbúðir. Já. Og svo bara sér maður á kúrfunni eins og þeir spá fjölgun íbúða að núna höfum við verið svona þétt í hvort það hefur verið 4.000 íbúður ári eða eitthvað svoleiðis og svo bara 2025 og 2026 og 2027 eins og mér sýndist ég skilja grafið að þá er þetta bara að hrynja eiginlega. Vegna þess að það er bara þetta er raun og veru bara að fara að vinda upp á sig og verða verra ef að fólk næri ekki einhvern veginn að búa til einhverja skýra áætlun til þess að leysa þetta, sko. Þannig að fólk verður átt að segja þetta er að því að ríkisstjórnin trámar upp með að sé mesta uppbyggingarskeið að baki og eitthvað svoleiðis.
það hefur alveg verið byggt eitthvað hérna, en bara engan veginn ekki eins og að hluta til nóg, sko. En sko það er það sem hefur verið byggt eru þetta með þessari gigantísku ávöxtunarkröfu Já, fjármagnseigandans og svo verktakans og svo Reykjavík og borgar þar sem dugar ekki lengur til sko fasteignagjöld og heldur sérstakur innviða skattur sem er bara svona umsemjanlegur, nánast já, brúnna umslaga mál svona Já. milli verktakans og borgar höstlara einhverja í ráðhúsinu. já, Sko Svíar hafa fundið leiðir til þess að lina þjáningu af svona syndrómi þar sem allt í einu þarf miklu meira húsnæði heldur en er fáanlegt á hagfelldum kjörum fyrir ungt fólk sérstaklega og þá hafa verið leið við hefum fullt hér af risastórum görðum og mér er alveg dottið það í hug sko að gera eins og Svíar og mér sem Danir hafi gert heimila bara svona 30 fermetra hús sem er bara út í garði með lofti það þýðir 45 fermetrar það er ágætis fyrsta hús fyrir já, ungt par sem er jafnvel enn í skóla og ekki komið börn og svona bara ódýrt bara á stóru lóðinni fyrir utan húsi á pabba-mömmu eða einhverjum vinum já, svona lausnir getum við farið í strax og klárað tekið stóran kúf af þessu uppsafnaða og vaxandi vandamáli þess að það komast inn í íbúð á Íslandi í dag með vöxtunum eins og þeir eru búin að vera og öllum þessum kröfum mikinn hagnað allra sem að koma því að byggja þessa litli íbúð þetta er bara galið ástand og miklu verra heldur en ég manna nokkru sinni áður á svo auðvelt þegar ég var 18 ára gerði plötu, Róbert Bangsa fekk borga fyrir það íbúð setti útborgun og svo sá hitt sig sjálft það brann upp á verðbólgubálinu og svo fóru 2-0 aftan af 100 kallinum ég hló þegar ég borgaði síðustu afborgunna af lífeyrissjóðsláninu sem hafði verið 350 skall það var bara 3500 kall ég hló eins og halvviti þegar ég borgaði þannig að börn í dag og unglingar, ég bara að segja þetta er gjörbreytt staða. Nei og líka bara þetta einmitt, við erum með plássið við erum með eftirspurnina, við erum með fólk sem vill byggja það er eitthvað sem stendur í vegi fyrir því. Já, það er skipulags flækjufótur Reykjavíkurborgar sem er þar aðal ársakavaldurinn og ég segi, í Svíþjóð þá fóru þau bara með lögum yfir það smáhýsi í stórum görðum skulu bara heimiluð. Já, ég veit fullt af görðum í mínum hverfi þar sem slíkum smáhúsum mætti dúndra niður. Og ég segi bara, við skulum bara fara þangað á meðan við erum að jafna okkur eftir rugli sem búið að vera hér í gangi sem að speglast núna með ákveðnum hætti í Grafavogi og í miðborginni en er almennt vanhæf borgarstjórn. Já, heyr. Hvað meira, Jakob? Ég var búin að punkta hérna hjá mér alls konar sem ég vildi ekki gleyma að ræða við þig. Láttu mig muna hvar ég var í gær. Já, það er margt. Við erum þú ert náttúrulega menningamaður, vægast sagt, og við hérna Íslendingar erum með flotta sögu í því, þóttu við séum fá. Við erum auðvitað hugverka fólk af Guðs náð frá landnámi til vorra tíma. Þá erum við þekktust allan heiminn af hugverkum, fyrst Íslendingasagna, síðan Nóbelsverðlauna hafa og glæpasögu höfunda, allskins flottri hugverkamenn, svo koma Bjarkirnar og Sigurrósirnar og allt Kalugu og allt sem fylgir og bara stuðmennirnir. Hugverk Íslendinga eru rómuð og eiginlega talin hálfgjört undur að svo fámenn þjóð skuli hafa slíkt output og það er búið að laga umhverfið alveg prýðilega að þessum litla markaði og gera mönnum kleift að starfa við þetta. Við erum með kannski 0,06% af framlögum ríkisins fara til listamanna sem er í einhverju frumsköpun og ég greiddi atkvæði með því síðastliðið apríl að það mætti eftir 12 eða 15 ára kyrrstuð í þeim málum þá mætti fjölga örlítið þessum listamannalaunum. Það er ekki lengur á dagskrá, það er búið og gert í bili. Já, voru ekki sjálfstæðismenn sem afgreiddu þá tillögu líka? Ég meina, var það ekki? Ég held að flestir hafi bara ákveðið að þetta væri alveg mjög dýrmætt og mikilvægt
að frumsköpun, til dæmis að gefa rithöfundu kost á því að sleppa byggingavinnunni og setjast við skriftir og bók, hráefni sem frumefni sem að verður kannski að leikriti, verður að kvikmynd eða söngleik eða tölvuleik, að það eru hagræn áhrif tónlistarinnar eru að sýna sig og sanna nú sem aldrei fyrr. 1 króna sett í menningu skilar 3 krónum inn í hagkerfið og þetta nú stór umræða í gangi bara akkurat núna. Ágúst Ólafur Ágústsson var að skila sér skýrslu, rétt eins og faðir hans Ágúst Einarsson gerði fyrir 20 árum þessi hagrænu áhrif, en áhrif menningar og lista á mannlíf á eitt samfélag verða síðan aldrei metin til fjár og ekki í rauninni lykilatriði umræðunnar. Nei, en ég held að mér finnst bara mjög áhugavert að ræða það fram og tilbaka, eins og þú veist bara með og ég ekki að fara inn í pólitík með einhverja sérstaka skoðun á umgjörð listamanna. Ég þekki ekki allt og vel til hennar, en ég hefur náttúrulega rætt og þessi listamannalaun hafa alltaf verið til umræðu og það er engin ánægð með þau eins og þau eru. Það er hvorki listamenninn þarna fólk, en ég meina þau eru þarna fyrir hendi og þetta hefur verið kerfi sem hefur verið stuðst við. Ég heyri samt frá til dæmis rithöfundum að mér finnst náttúrulega varhugavert hvernig þessi þróun hefur orðið, að þú ert undir einhverjar ritlaunanemndir komin, að þær þurfa að halda áfram að halda þær uppi, og þá hef ég heyrt frá rithöfundum að sumir vita að ef þú skrifar á ákveðin hátt, ef þú myndir synda gegn straumnum hugmyndafræðilega af einhverjum krafti, þá værir þú líklegur til þess að svona hvað er maður sagt? Missa stuðningin? Já, falla úr náðinni. Þetta held ég að sé nú ekki alvarlegt syndrom á Íslandi. Nei, þetta er ekkert alvarlegt syndrom, en þetta er bara mjög áhugavert að hugsa sko, ef allir eru konur á ríkisjötuna, þá getur náttúrulega myndast bara svona ákveðið sovjískt ástand, sko, þar sem að menn bara skrifa allir í takt og það kemur ekkert nýtt frá þessu, sko. Og svo sögulega séð, þá náttúrulega hafa listir alltaf verið fjármagnaðar með ýmsum skringilegum hætti. Núna með þessum skringilega hætti, í gamla daga þá voru þessir patrónar sem studdu þá og eins og þekkir, sko. Þannig að mér finnst að bara þessi umræða er bara eilífðar umræða það hvernig listsköpun er fjármagnuð í samfélögum. Ég held að við getum verið að harla ánað með umhverfi sem hér hefur skapast og ég þekki það mjög vel. Ég var í mjög stórun hluta minnar ævi, ég að reyna að bæta það umhverfi fyrir hérna skapandi greinar og ég get sagt að í dag ég er harla sáttur með umgjörðina sem við búum við hér. Hún er auðvitað bara pingulítið brota því umhverfi sem nýsköpun hefur verið búið og nýsköpun á Íslandi er með einhverja 33 milljarða hér í styrki og endurgreiðslur og skattaívilnanir og annað. Það er talið eitt besta nýsköpunar umhverfi í heimi og hérna skapandi greinar eru allt annars konar, búa við allt annars konar umhverfi og óvissu og óöryggi og það held ég að sé nú almennt sko með listamenn á Íslandi, þú telur á fingruðar þá sem eru vel settir í þeim efnum fjárhagslega en gríðarlega öflugt og aðdánavert starf sem að það eru unnið í öllum lykilgreinum og ég myndi segja að við bara leifum því að halda áfram því að það gefur lífinu lit og gildi því ekki vildu við vera hér eins og stundum við verið tala bara hérna menningarsnöð verstöð úti í Ballarhafi þar sem er ekkit engin upplifun í boði. Ég sammála því. Er eitthvað annað í þessu, Jakob? Erum við ekki búin að taka hansi góða og þétta yfirferðina í miðri kosningabaráttu yfir hinn helstu mál? Mér finnst bara sérlega ánægilegt að vera innan hugsandi, skynsamt fólk í Miðflokknum sem er með skynsemisstefnu að leiðarljósi og við erum gríðarlega vel mannaður hópur, sýnist mér, og ég hlakka bara til þess að starfa með Miðflokknum langa framtíð því að þetta er auðvitað flokkur sem er sprottin uppalega úr Framsóknarflokki og svo laðast að honum margir úr til dæmis Sjálfstæðisflokki og öðrum flokkum því að nú er þetta ekki lengur spurning á vinstri og hægri, þetta er spurning heilbrigða skynsemi áfram veginn, miðjan er öfgalaus, heilbrigð, skynsöm og þorir að segja hlutin eins og þeir eru og þar ætlum við að vera og ganga til góðs, Snorri Másson. Takk hérlega fyrir þetta, Jakob Frímann, og
þið hlustendur heima, þið vitið hvað þið eigið að kjósa. Og við ætlum að láta þessu lokið hérna úr kosningamiðstöðinni. Ég þakka fyrir boðið í kaffi til Snorra Mássonar og ritstjórnarinnar. Takk að kærlega fyrir að koma, Jakob, og gangið er mjög vel. Ég hef hagsmuni af því. Já, sömuleiðis.